Komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarp söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur við félagarnir Ólafur Hersir Arnaldsson og Andri Jónsson. Komið sæll Ólafur. Blessaður. Herðu, við vorum hér í síðasta þætti að ræða Krímstríðið. Jöp. Og við ætlum nú að halda því áfram hér í dag. Við erum nú búin að fara vel yfir aðdragandann að þessu stríði. Já. Og okkar misgáfulegu skoðanir á því. En það bara það áhugaverða kannski við það ég hef bara komið að fatta það núna að aðdragandinn fyrir spyrurinn verður vera mjög áhugaverðari en sjálft stríðið. Já, og það kannski auðvitað þannig að þú veist, kannski segir svolítið mikið þetta stríðskilur að þú veist, það kannski þú veist, einmitt, það sem þetta stríð segir allt umhverfið í kringum það. Það er að segja hvaða áhrif það hafði og úr hvaða jarðvegi það spratt sem miklu mikilvægara heldur en kannski sjálft stríð og orusturnar. Einmitt. Já, einmitt. En síðan samt líka það sem áhugavert við þetta gang stríðsins að já, hvað maður að segja, viðvæningsháttur kannski svona lykil orð í stríðinu því það alveg sorglegt að sjá síðan hvað þessar þjóðir voru illa undirbúnar fyrir stríðið. Já. Og hvað þetta var síðan allt viðvæningslegt og sérstaklega ekkert sérstaklega tyrkneski herinn náttúrulega með gjörsamlega óundirbúin fyrir þetta stríð. Bretar voru það í raun og veru sjálfur, þeir átt í stökustu vandræðum bara með að manna skipinn og pressa nú marga inn í herinn og svo náttúrulega það áhugavert að breski herinn, þetta náttúrulega herinn sem Wellington kallaði á sínum tíma Scum of the Earth. Já. en var það ekki svolítið þannig, Ólafur? Já. Að það vildi í raun og veru enginn fara í stríð. Nei. Þetta var ekki svo 1914 þegar allir voru bara stríð, skilurðu? Nei, mitt. Það er alveg rétt. Þetta var svolítið svona, þú veist, við erum að koma úr þessu Concert of Europe dæmi, þú veist, og þeir eru að blöffa og þú veist, og þeir eru að íta og þrýsta hvern annan og þeir eru að ganga lengur og lengur skilur og svo þegar þú skoðar að þá, eins og þú segir, menn voru ekkert alveg tilbúnir í það og ekki síst bandamenn, eða hvað maður að kalla frakkar og bretar voru náttúrulega með miklu minni herheldur en þeir höfðu verið með til dæmis í 1815. Já, og náttúrulega sérstaklega bretarnir en það er alltaf raun og veru bresk stefna að það ekki einhver sterkur landherr í Bretlandi heldur þvert á móti, það öllu pumpaði í flotann og með sterkan flota. Þannig að síðan þegar brýst út stríð þá þurfa menn einhvern veginn að hlaupa til og reyna að búa til einhvern her sem í raun og veru ekki til. Já. Og þá allir með áhugavert að þá stóði frammi fyrir því að þeir sem voru í breska hernum á þessum tíma, þetta voru eiginlega fyrst og fremst svona ógæfu menn, þú veist, þetta voru menn sem voru kannski atvinnuleysir og fengu auka vinnu og það álpuðist þeir inn í herinn, drykkjumenn, hinur og þessir, kannski einhverjir glæpamenn, fyrrum glæpamenn sem rökkluðist inn í herinn og það lágu menn í drykkju og sollinum í raun og veru. Já, ok. Og það er áhugavert og þetta ekkert eitthvað sem grípulaus á loftið, heimildir sína það til þess að þegar herforingjar ætluðu að fara að marsa eitthvað með liðið sitt þá voru menn annarkvort dauða drukknir þannig að menn stóðu ekki lappirnar eða með svo mikla timbumenn að það var gátt ekki gert einni neitt og það er alveg ótrúlega að lesa hvað menn drukku mikið. Já, ok. Það var alveg geigvænlega áfengisdrykkja. Já. Og það var bara mikið vandamál og það er alveg áhugavert að þetta alkoholismin náttúrulega hefur verið gífurlegt böl á Evrópu. Já. Upp í gegnum aldirnar. Einmitt. Og áður fyrr eins og við talum um alkoholisma í dag, ég ætla ekki að gera lítið úr því en og setur það samt í samhengi við fyrir aldir þá er þetta alveg hefur þetta verið mikið samfélagsvandamál oft á tíðum. Enda svo mikið skrítið hvað bindindishreyfingin var öflug hérna á það er nefnilega málið. 20. öld. Og það er svona maður heyrir stundum og gert grína því og það er svona ákveðin náttúrulega drykkjupressa en bindindishreyfingin er mjög skiljanleg hreyfing með þetta í ef þú hugsar þetta hvað það var mikil áfengisdrykkja og mikið af samfélagslega vandamálum í kringum það.
og það einmitt síðan áhugavert að þú veist, breski herinn síðan var mjög illa undirbúin fyrir þetta og meira segja flotin var það, því til dæmis þá var gerður út flotastyrkur sem átti þá að þeir gerðu í því að þessi floti átti svolítið að leika sama leik og Nelson flotafóringi hefði leikið í Napóleónstyrjöldunum að sigla til þegar Nelson sigldi til Kaupmannahafnar og sprengdi þar danska flotan og sló hann út þannig að þeir myndi ekki ganga til liðs við Napóleón til þess að ógna Englandi að það átti sem að þessi breski floti að sigla inn í Eystrasaltið og taka Kronstadt sem borg, eða var það borg þarna í Rússlandi og slá út rússneska flotan í Eystrasaltinu. Var það ekki svona að flotastöðin þeirra hana? Jú. Eystrasaltsflotanum. En síðan náttúrulega var málið út að menn höfðu valla menn til þess að manna flotan þannig að til dæmis að þegar siglt af stað sko, þá sjá menn það til þess að töluverði hluti af mönnunum sem eru borðið í skipunum hreinlega bara of gamlir. Já, eða of fullir. Og það er ljótt að segja frá því þess að við svo Churchill ekkert sem létt að falla þegar að tala siði eða hefðir breska flotans að þá hann að hafa sagt alkoholism and sodomy en þeir sem sagt gerðu fóru í svolítið svipaða strategíu sem að Bretar hafa nú oft gert sem er herkví að það átti að blokka allar hafnir í Rússlandi í Eystrasaltinu og þá erum við að tala Finnland líka og svo voru þeir með skærur á strendunar og þetta var nú stundu verið talað að í sumum tilfellum hafa þetta verið svolítið svona kannski illa skipulagt og kannski ekki verið að ráðast á stærstu skotmörkina því þau þorðu því ekki. Nei. Að þá voru kannski frekar að ráðast á einhver þorp einhver fiskiþorp eitthvað í Finnlandi og eitthvað og þessu stundu verið lýstið bara sjórán sko. Já, einmitt. Þannig að þessi herleiðungur inn Eystrasalti náttúrulega skilaði svo sem ekki hann skilaði því að auðvitað flotinn þarna, rússneski flotinn náttúrulega var lokaður inni og þeir tóku mikilvægt virki við Álandseyjar og eyðilögðu það. Já. Og þannig séðu þetta tókst þeim sem að gera það sem átt að gera en það var búið að tala þetta svo mikið upp og það var búið að gera svo mikið úr þessum herleiðingri að það voru mikla vonir bundnar við það að þarna ykkur stórsigur. Einmitt. Það voru mikil vonbrigði þegar það gerðist ekki en raunveruleiki var auðvitað að sá að þú getur ekki sett skipið þín í óþarfa hættu með því að vera að ráðast á landvirki og reyna einhvern veginn að slá virkið út og svo ertu skotin í tætlur og missir flotan. En það er auðvitað verið bent á það, þú veist að þetta misti marks að vissu leyti vegna þess að Rússar gátu haldið áfram að versla landleiðina við Prússa. Já. En á sama tíma náttúrulega ekki ósvipað kannski mögulega þjóðverðum í seinni heimsstyrjöld að þá batt þetta svolítið resursa þeirra. Jú. Þess að við strandvirkin við Eystrasaltið þannig að Rússarnir neyddust til þess að vera með viðveru og taka svolítið af hermönnum og hergögnum frá hinni raunverulegu vígstöð á Krím og binda hana svolítið niður þarna. Við gerðum það og það var náttúrulega mjög þungt fyrir Rússa því að ef mann rétt þá hafði rússneski herinn ekki um 40% af þeim vopnum sem þeim þurftu í stríðinu þegar stríðið byrja. Nú var það svona þeir voru mjög the one with the rifle when the one with the rifle gets killed the other one picks up the rifle. Nákvæmlega, það voru slíkar aðstæður. Legendary sena maður. Ja, rosalegt. Enemy at the gates. En það voru þess að slíkar aðstæður þannig að það skiptir miklu máli og síðan náttúrulega líka þessi vonbrigði þá með Austurríki að Austurríki skulle gefa stutt Rússland. Því það batt náttúrulega líka niður töluverðan hernaðarstyrk þá því Nikulás var þess fullviss þá að þarna og hersöðingar annars að þeir myndu þurfa á rússneska hernum gegn Austurríki. En býtu, við erum aðeins konið fram úr okkur því að þetta byrjar árið 1853 Já. Með því að Rússar gera innrás í
Moldavíu og Valakíu Jú. og það er runni áður en Bretar og Frakkar formlega dragast inn í þetta, er það ekki? Jú. Því þeir kom ekki þarna inn fyrir árið 1854 en þannig að sjálft stríði byrjar runni með því að þeir gera þessa innrás og þá þú sagðir, þetta eru héru sem eru í dag 2/3 hluti Rúmeníu 1/3 er svo Transylvania sem var undir Austurríki-Ungverjalandi Já. og það byrjar orustur milli Rússa og Tyrkja og hvernig fara þær? Rússar eru nú rúlað þarna inn og síðan er þarna mikilvægt virki þá í borginni Silistria og rússneski herinn þá situr þá borg og það ásist að þarna mikið umsátur sem tók langan tíma og skipti miklu máli sérstaklega líka fyrir Breta og Frakka því þegar Bretar og Frakkar koma inn í stríðið þá hélt Silistria ennþá og það skipti miklu máli að Silistria myndi halda sem lengst því þá myndi Bretar og Frakkar hafa sem lengstan tíma til þess að undibúa sig fyrir stríðið og Rússar köstuðu þetta tölvert af mannablá og vopnum og búnaði náttúrulega í þetta umsátur en þeim tókst ekki að brjóta á bakaftur virkið þannig að það enda þannig að þeir rökkluðu síðan frá það náttúrulega stoppar þeirra innrás þá eru verið inn í þá evróska hluta Ottomanna veldisins en á sama tíma þá náttúrulega réðust þeir líka inn í austurhluta eða asíska hluta þá í gegnum Kars Já, í Kákasus Já, og þarna landa með þessum dag er þá Tyrkland Georgi og Tyrkland Armenia Þetta eru þrennar vígstöðar Já, fyrst og fremst Já. Það er á Balkanskaganum í það sem er í dag Rúmenía og það er á Krím í Krímskaganum og það er í Kákasus og það er síðan þarna í Eystrasaltinu í rauninni á öllum landamærum Rússlands basically sem snúa að stríðsaðalunum Já, sérstaklega þá í rauninni þá 4 virka vígstöðar þar Svo aðeins barist líka í Kyrrahafinu Já það er líka barist þar, Já, það en svo það fyrst og næst eina orustæðar sem var einhverju bresk herskip réðust einmitt á rússneskan flota og það mistókst og gekk illa og yfirmaður þessa breska flota fyrirfór sér síðan það var mjög sérstök saga atburðarás og atburður Þannig að það sem þá gerist þá er að Bretar þá og Frakkar ákveðu þá síðan að taka mitt land þá á Krímskaga sem er mjög sérstakt en það líka ég er að lesa núna eftir hann John Mearsheimer hann talar þetta þetta er eiginlega eina dæmi það að svona landganga hafi tekist og sem stórveldi hafa lagt út í svona herför Já, ok Þetta er mjög sérstakt í bara mannkynssögunni að menn leggja út í svona En byrju hvað meinur það? Þetta sé eina dæmi í sögunni sem landganga hefur tekist? Já, eitt af mjög fáum því það er almennt þannig því að í hernaði er landganga svo brjálæslega flókið fyrirbrigði Það er núna oft verið að bera saman Úkraínustríðið og mögulega innrás Kína en í Tævan en það er allir með 2 gjörólíkir hluti vegna þess að svo brjálæslega flókið að ráðast með landher yfir vatn og til dæmis þarna þá til dæmis á D-degi ástæðan fyrir það það tókst var náttúrulega vegna þess að þýski herinn var ekki til staðar svo megnaði þýska hernum allar var austurvígstöðunum og menn tókst að taka land til dæmis á Sikili og svona en það náttúrulega var það á móti Ítalíu sem í raun og veru nú þegar búin að tapa stríðinu þannig almennt er landganga eitthvað sem að hernaðarveldi forðast eins og pestina því það er svo rosalega flókið og erfitt og hættulegt að þá sigla, taka land, berjast, ná höfnum og pumpa inn meira herliði. Og þess að þetta ertu með náttúrulega eins og Bretland þessari stuð að vera eyja náttúrulega að oft talaði um þessa fyrirhuguðu landgöngu Napoleon sem aldrei var neitt úr þessi fyrirhuguða landgöngu Hitler sem aldrei var neitt úr og ástæði fyrir því að varða aldrei neitt úr þessum landgöngum því að þetta er svo rosalega hættulegt og flókið en staðan náttúrulega þarna í Krímstríðinu var jú að til að byrja með náttúrulega drotnuðu Rússar yfir Svartahafinu þannig að Rússar til dæmis sprengdu
Sínóp Já. borg á norðauströnd Tyrklands einmitt sprengdu hann allir með sér tætlur og náttúrulega réðu þó yfir Svartahafið, náttúrulega nýttu sér það þá til dæmis að styrkja þá til dæmis herinn sem þarna var að sækja í gegnum Kákasus og inn í Kars þá náttúrulega var skipti út miklu máli að Rússar gátu veitt þeim byrðir þá yfir Svartahafið og var ekki háðir landleiðinni sem náttúrulega mjög frumstæð einmitt í gegnum þessi Kákasusfjöllin og allt þetta enga járnbrautir þarna, bara lélögu vegir og múldýr og asnar og eitthvað þannig og svo var þetta Sínóp dæmið þetta tekið í bresku blöðunum og alveg blásið upp sko í hæstu hæðir sko sem bara hinn þvílíki stríðsklæpurinn og hryllilegt voðaverk sko sem maður þarf að hefna fyrir sko en það var það í raun og veru ekki fyrst og fremst að verða að reyna að taka út tyrkneska flotan og svo náttúrulega þetta ekkert eitthvað réttlætt að verja Rússana en þeir Bretar gengu svolítið langt í að mála þetta sem stríðsklæp einmitt en auðvitað það sem gerðist náttúrulega síðan var að þegar Bretar og Frakkar auðvitað koma á staðina þá náttúrulega að taka þeir auðvitað yfir Svartahafið leið rússneski flotin náttúrulega átti ekkert í saminniðan flota Breta og Frakka einmitt og þarna koma Bretar með einmitt guðskipin og þá með þarna tölvöru þennan herafla og það einmitt áhugavert þeir taka sér þarna land á Krímskaga og berjast þar og þeim tekst þá koma mönnum á land og leggja þá undir sér nóg mikið landsvæði til þess síðan að ógna þá Sevastopol og það verður síðan stóra orustan í þessu stríði tekst Rússum að verja Sevastopol eða ekki og þetta þá lykilborgin á Krímskaga og ennþá lykilborg á Krímskaga í dag af því þarna var aðal flotastöð rússneska Svartahafsflotans og það náttúrulega þann dag í dag einmitt og ástæðan fyrir því okkur Rússa fóru þarna inn 2014 einmitt og svo ertu með þeir sem að berjast þarna á með boots on the ground það eru stórum hluta franskir hermenn sem eru þarna í Sevastopol og það fór svolítið fyrir brjóstið á Bretum að Frakkar voru með stærri landher þannig að Frakkar þá stýrðu meira þeim hluta stríðsins og þetta kemur inn í þetta heiður og allt þetta á meðan Bretarnir stýrðu meira flotanum og svona en síðan það sem svo grátlegt við þetta líka síðan að sjá sko hvað þetta var alltaf illa undirbúið til dæmis það að breski herinn hafði enga veginn nóg mikið af læknum hafði enga veginn nóg mikið af hjúkrunarfræðingum það vantaði líf, það vantaði búna það vantaði bara klúta og rúm og allt sem þarf til þess að huga að særðum hermönum það var stór vöntun á því það vantaði allan annan búna það vantaði allir með þessi vetrarklæðnað vantaði stífja, það vantaði mat einmitt, nákvæmlega og það allir var svo mjög mikið niðurlæging fyrir Breta allir með að Frakkar ótrúlega nokk þeir stóðu sér mikið betur hvað varðaði sjúkrahúsaðstöðu heldur en Bretar en bara aðeins að skjóta inn í að þú veist að nefna þetta með Frakkan og Bretana sko bara með að skoða bara þú veist tölunar eins og þeir eru setta fram hérna á Wikipedia bara fyrir allt stríðið og þá stendur hérna sko að sko mannafli Frakka hefur verið 309.000 á meðan sko Bretar voru með 97.000 og Rússar náttúrulega með 889.000 sko en Ottomanveldið var bara með 235.000 þannig að Frakkar voru samkvæmt þessu með stærsta mannaflanana á þeirri hlið og svo að þeim sem að mistu lífið þá voru það 95.000 Frakkar á móti 22.000 Bretum og 45.000 Tyrkjum þannig að Frakkar eru að koma bara eða þú ert bara að telja þá sem að voru að taka þátt í þessu langstærsti hluturinn þarna á hlið bandamanna á maður að kalla það
Já, þetta ekki kallað svona intent Já, einmitt entente, eða hvernig sem maður segja á frönskunni Einmitt Intent, það hljómar Já. mjög vel Það ekki Svona í takt við það hvernig við börum fram frönskuna hér í hlaðvarpinu sko. Nákvæmlega En það átti að líka náttúrulega tengdi svo mikið náttúrulega þessu niðurlæginga tímabil og allt þetta og þess vegna var svo mikil sko heiður fyrir frakkana sko sem tengdur þessu stríð þess vegna var svo mikilvægt að vinna þetta stríð Einmitt til þess að sína sko að núna var franski herir búin að endurheimta vopn sín og svona hálfhefna niðurlæginga tímabilsins og allt þetta með að sína sko franski herir, núna erum við sko back in the game nú við erum aftur komnir strákar Back in business Nákvæmlega þannig að Bretar voru náttúrulega ekki jafn uppteknir af því en það var samt auðvitað erfitt fyrir Breta að jú vera í svona minna hlutverkja því síðan náttúrulega kom líka inn í þetta náttúrulega sko gamla andstæðan við Frakkland því við náttúrulega verðum að muna það að Bretar og Frakkar höfðu náttúrulega verið andstæðingar í mörg hundruð ár Einmitt þannig að þarna var það mjög mikill rígur Já og mjög erfið samvinna Einmitt og aftur að þessu mikilvægi þessa stríðs og svona symbolíkin í því þetta er að þarna ert að sjá fyrsta fyrsta skrefið í átt að þessu nútíma svona hernaðar samstarfi Frakklands og Bretlands einmitt sem átti náttúrulega eftir að einkenna alla 20-stöldina Já, algjörlega sem er þó eins og segir í mótsögn við alla söguna fram að þeim tímapunkti Já Það er intent Já, intent Einmitt En sér líka áhugaður fyrirbrigði eins og ég nefndi núna þetta með hvað var illa útbúnir og vant allir þessi vetrarklæðinað og eins og vorum að líka tala með fjölmiðla heima fyrir í Bretlandi Já. að þá náttúrulega komst þetta upp þá náttúrulega menn sendu bréf heim og sendu skeyti og þetta var mikill skandal í Bretlandi hvað að hernum vantaði vetrarklæðnað þannig að þá var breskur almenningur fór á stúfana og konur prjónuðu lampúsettur og menn söfnuðu frökkum og hlýjum klæðnað og vettlingum og sendu það til Krím Söfnuðu frökkum Já, söfnuðu frökkum Þess nú var það svona margir Já, þess nú var það svona margir Geggjaður húmor En þess vegna til þess að minnst það áhugavert til þess ég verið að velta fyrir mig til þess í hernum að þá erum við með að lambúsettu og lambúsettur það er þekkt sem balaklava Já og mér veit svo skrítið orða ég veit ekki hvað lambúsetta, balaklava hvaðan kemur þetta balaklava er sem bæra á krímska og þessar lambúsettur þá eru þekktar úr því að konur þá í Bretlandi voru þá að prjóna lambúsettur og senda til Grímska og síðan var það þekkt þá sem balaklava þá eftir þessum bæ sem þeim voru berjast og tóku Einmitt. En þetta er svona fókus á viðbúnað hins almenna hermanns heilsu hans og velferð og það er líka dæmi sem að er eitthvað sem að við í nútímanum á 20. öld og eftir þetta hefur alltaf skipt miklu máli Já. en einmitt ekki í hennum sögulegu átökum 18. aldar og fyrir það þannig að svona, það er sem þú verið nefnt á svona hinn óbreytti hermaður kemur svolítið fram Einmitt. í Krímstríðinu sem ykkur svona aðili sem að skiptir ykkur máli eða þú hefur ykkur svona meðöngun með eða eitthvað svoleiðis Einmitt. samber til dæmis, þú veist hermennin í Napóleonstyrjöldinni skilur sem var bara, þú veist skjóta hvern annan bara þarna í þessum röðum þarna eins og þau voru Einmitt og ekkert kerfi í kringum það Nei, ekkert kerfi í kringum það sko Einmitt á meðan að þarna til dæmis náttúrulega aðbúnaðan var svo hryllilegur að menn krefjast þess að það sé eitthvað gert þannig að þá til dæmis koma personur svo Florence Nightingale inn í þetta og það eru sendir fleiri hjúkrunarfræðingar frá Bretlandi og frakka með eiga það sko, það er áhugað að þeir voru með
sjúkrabörur og mikið meira af læknum og hjúkrunarfræðingum og slíku liði til þess að huga að frönskum hermönnum heldur en Bretarnir. Þannig það allir svo mjög mikið niðurlæging fyrir Breta hvað þeir stóðu í sig illa og hvað þeirra ummönnun var léleg. Já, og svo þetta stríð hafði náttúrulega mjög tengist rosalega mikið þessari svona sjúkrasögu því að þarna fara með þess að koma með verið með þessi spítala, þessa hernaða spítala og skurða aðgerðir og svona. Já. En Rauði krossinn, á hann ekki líka með uppáfsitt svolítið þarna? Kannski ekki nákvæmlega í þessari styrjöld. Nei. En hann allavega stofnaður 1863. Svona fljótlega upp úr þessu allavega. Já, það eftir orðstöðuna við Solferino, já. Einmitt. Það hluti af sammenningarstríði í Ítalíu. Já, við Austurríki. Því maður sem stofnaði Rauða krossinn, hann upplifði þess að vígvöllin eftir stríðið. Já. Sérst, hann var var í einhverjum viðskiptum og átti leið hjá og sá hvernig vígvöllurinn leit út bara rétt eftir orrustuna og sá alla hermennina sem lágu öskrandi og deyjandi og hann stofnaði þá Rauða krossinn upp úr því. Einmitt. En þetta nefnilega eitthvað sem hefur verið kannski ekkert mikið talað að það alltaf var í rauninu verið ekkert kerfi sem fangaði upp hermenn eftir þetta og til dæmis í Krímstríðinu voru þetta Tyrkirnir verstir því það var bara Ilhamdulillah og Inshallah og allt þetta, það bara alla stýrir þessu og forlega trúin og þeir deyja sem deyja, þannig að það alltaf var engin umönnun. Nei. Þannig sé hjá tyrknesku hermönnum. En áhugavert með Tyrkina sko, þeir eru ennþá þetta fornaveldi og lefar af þessu gamla að það til dæmis gert eins og var alltaf gert skilur að það lýst yfir jihad sko. Já, það var með hluta þessu, það var lýst náttúrulega yfir trúarstríði og eins og bókin sem ég var að lesa þá segir hann það náttúrulega að hinn særði tyrkneski hermaður, hann bara beið þess að deyja og komast inn í paradís þá. Það var raunveru svona sjúkra aðstóðin sem var í tyrkneska hernum. Ég veit. Og það var ekkert nema bara þessi gamla íslenska forlega trú, að Allah bara ákveða þetta allt. Sem nú kannski bara eins og var viðhorfi í evrópskum herjum á miðöldum og fram að þessum tíma. Þannig að þar sjáum við þetta ákveðna breytingu sko. En það alveg rétt, þú veist, evrópski miðaldaherir, þú veist, það var náttúrulega engin læknar eða neitt þannig séð. Nei. Það var bara, deyja drottnin sínum. En aðeins að þessu með þetta er svo mikilvæg punktur að því að þú veist, þetta er alltaf þetta stríð ber svo oft á góma í tengslu við svona læknisfræði sögu og svona og þú nefndir þetta í síðasta þetta Florence Nightingale eða hvort þú nefndir hana áðan ég maður ekki sko hvað er hún fræg fyrir og hvað er mýtan við hana? Það er mitt það sko hún er fræg fyrir það að hafa veitt þarna sjúkrahús aðstoð þá hún fer þá þarna austur eftir send til Krímskaga og tekur svolítið svona við og ummönnun þessara særðu hermanna og átt að stýra þarna ákveðnum svona, ég veit ekki hvað maður kalla þetta ég veit ekki úti sjúkrahús eða stríðsjúkrahús kannski en náttúrulega að nota orðið sjúkrahús náttúrulega vandamál því þú veist auðvitað er náttúrulega ekki neinu tengslu með það sem við hugsa sem sjúkrahús í dag. Nei. Heldur þetta meira bara kannski einhverjir hús eða braggar þar sem menn gáttu legið og dáið. Eða tjöld. En er þetta ekki líka eins og orðið ambulans er náttúrulega úr frönsku og þýðir sko færanlegt sjúkrahús og er upprunlega úr svona stríðsdæmi sko. Svona færanlegt sjúkrahús þú getur fært á vígvellinum sko. Einmitt en þetta voru frakkar sko mun framar öllum öðrum í Krímstríðinu hvað þetta varðar með sjúkrabörur og reyna ná frönskum hermönnum og senda það tilbaka og með mikið meira af læknum. Og svo náttúrulega Rússarnir náttúrulega voru líka alveg afleitir þegar koma að þessu. En Florence Nightingale hún er svona formóðir nútíma hjúkrunarfræði eins og segir. Já, og það er svolítið svona, það er góðsögnin.
En ég hef alveg séð því haldið fram að sko hlutur Rússa í svona læknisfræði svona sé oft undir myndin að það hefur líka alveg verið framfærir á rússnesku hliðinni í Krímstríðinu þegar kom að svona meðhöndlun særðra sko, það hefur ekki bara verið á hlið Breta og Frakka sko. Seinna meir kom það jú, en til dæmis þegar við hoppum nú aðeins fram að það var náttúrulega svona gangu stríðsins út að með 10 tíma tókst mönnum jú að taka Sevastopol. Já. Og þá til dæmis blöskruðu frönskum og breskum læknum aðstæðan í rússnesku sjúkrahúsum og það var svo mikið trillingur og það talaði það að vera herlæknir á þessum tíma, það þurfti sérstaklega harðbrjóstamenn í slíkt. Já. Við erum alltaf að tala það, þú ert að framkvæma skurðaðgerðir án nokkru deyfilyfja eða neitt þannig og sumir meira svo töluðu að það væri jákvætt, það væri betra að finna að maðurinn sé að berjast þannig að þú ættir ekki að deyfa. Þannig að sko það var alveg sko sér típa sem valdi sér það að vera herlæknir. Það kannski svona álíka típa sem velur sér að vera herprestur. Já, nákvæmlega, það er rétt. Keksrugla liða. Nákvæmlega. Keksrugla. Þannig að sko en það er alveg rétt að því það var síðan, ég man ekki nafnið á hann var sendur síðan læknir síðan þá frá Moskvu sem einhver mánuði allavega inn í stríðið komst á endanum til Krímskaga og gat þá tekið við og byrja það einmitt að bæta aðstæður. Já. Þannig að það er alveg rétt og það er náttúrulega auðvitað áhugavert að menn auðvitað byrjuðu að hrinda að staða einhvern úrbótum en það sem ég hef séð eftir að hafa lesið töluvert að hernaðarsögu er að það er nú bara ávallt þannig í raun og veru að herir eru illa undirbúnir og allt er illa undirbúið fyrir stríð og svo brýst út stríðið og þá drulla menn venjulega alveg upp á bak og svo eru menn hægt og rólega að læra og svo kom einhverjar endurbætur hægt og rólega. Þetta er eiginlega svona með öll stríð. Já, kannski góða punktur. Af því það er líka svo erfitt að undirbúa sig fyrir stríð. Það er svo rosalega erfitt. Og svo kostar það svo mikið og þú vilt ekki setja pening í það. Nei, og það kannski ekki fyrir þú ert komin í ykkur aðstöð að þú bara verður að forgangsraða þessu bara fyrir ofan allt annað sem að þú virkilega getur gert eitthvað. Kannski ekki svo vitlaus kenning. Og það sjáum við með Krímstríð. Menn er illa undirbúnir og svo byrja stríð og þá þurfum við að hlaupa til að fixa þetta. Alltaf eins með fyrir heimstyrjöld og setni heimstyrjöld og það endur þessar styrjaldir það sem þú bent á þetta. Hvernig endar þetta svo allt saman? Já, að því að stríðið sé hægt og rólega það þróast það sem svo að þeim tekst náttúrulega að taka þetta land og þeir leggja undir sig Balaklava og taka þarna bæi og ógna síðan út af Sevastopol og byrjaði að umkringja Sevastopol og reyna þá síðan að taka borgina og það sem er náttúrulega áhugavert er að við náttúrulega nefndum það út að það náttúrulega var mikið af rússneska hernum náttúrulega bundið niður annars staðar og spurningin náttúrulega svona í dag er þetta hvort að rússar hefði getað gert eitthvað öðruvísi eða rússneski hersöðingi náttúrulega ráðast strax á landgönguliðið og reyna að hrekja þá í sjóinn og svona en það náttúrulega var svo mikil óvissa svo mikil óvissa í hernaði óvissan er kannski stærsta atriði í öllum hernaði þú veist ekki hvað andstæðingurinn er nákvæmlega að gera og það er endalaus svona óvissu hlutir þannig að hann ákvað þá frekar rússneski hersöðingin að draga sér til hliðar og undirbúa sig fyrir umsátur og svo æga sér stað hinur þessir atburður í þetta gegn stríðið menn til dæmis í eitt skipti að þá misskildi franski herinn og hélt að það hefði verið gefin skipun til þeim sem að sækja fram og ráðast á rússneska herinn þannig að þá sækjaði fram og reyna að taka Sevastopol þá voru þeir stráfelldir rússneska stórskotaliðið alveg stráfelldir þá og Bretar horfa á þetta og þá kemur heiðurinn inn í þetta breski herinn sá að þetta var vonlaust en gátt ekki bara setja í skotgröfunum og beði því þá eru þið frakkarnir alltaf svo sárir og myndi saka á þá svik og svona þannig að breski herinn sótti þá líka fram og síðan töpuðu menn þarna mörg þúsund mönnum þannig að þú veist það var allavega svona viðvannings miskilningur og svo líka viðvanningsatriði eins og til dæmis í tengslu við Light Brigade sem er frægt í breskri sögu og ég viðurkenna mér finnst það ekki svo
áhugavert, ég hef ekki sögt mér í það en það gengur svona stuttumál út á það þessi Light Brigade sem þetta var þá riddarliðsveit Já, á gamla skólanum Já, en samt jú, þá með sverð og hvort þið voru með einhverju byssur og svona en þetta er náttúrulega ennþá, þú veist, þetta gamla hvað var að segja, svona Napoleons riddarlið Neymitt En erum við þá ennþá í þeim heimi að riddaraliðið eru aðalsmenn og svona eitthvað svona fínt eða það hætt? Nei, það er ennþá svolítið þannig Já. Og það allimist líka, ég hef náttúrulega að segja það allimist, það er svona hluti af þessum viðvæningshætti í breska hernum að breskir herforingjar þeir fengu ekki stöðu sínar út frá getu Nei heldur keyptu þeir stöðu sínar já Þannig að þetta voru fyrst og fremst á menn og fínum fjölskyldur sem gáttu keypt sér til dæmis að vera riddarliðsforingi og þá gastu verið einmitt í flottum herbúningi og ríðum að hestunum þínum og veiða og svona og það allir með hluti á þessu viðvæningshætti að hluti af þessu liði þeir tóku með sér þjónana sína og kokkana sína og sem tóku með veiðuhundana sína og allt þetta drast sko með sér í stríðið bara svo þau væri að fara í eitthvað veiðilegangur sem tóku með þessar með eiginkonu sínar Þetta voru svona sentilmenni Já, þetta voru svona sentilmenni þannig að þú þurftir að hafa þinn kokk og veiðuhunda og klæðnað og allt þetta Já Sama tíma sem allar að vera berjast og krímskaða En til dæmis þá þetta er þá frækt atriði að þessi þá létta riddarliðsveit miskildu til þeim með skilabóð sem voru sendi og voru beðnir að ráðast á sig ákveðna stöðu og þeir réðust þá á sig rússneskt maður kallar þetta í stórskotaliður tala batteries eða batteri ég hef ekki hugmynd hvað maður kallar það á íslensku eitthvað undirfylki eða eitthvað slíkt já svona stórskotaliðs undirfylki svona lítil eining batteri hjá okkur eru kannski 100 og eitthvað menn í því en allavega þessi þá rússnesku stórskotaliðar voru í mjög góðri stöðu og vel varðir og þeim tókst að drepa þá hvað var ekki 130 þá af þessum 600-650 mönnum sem réðust á þá og særa hátt í 200 já þannig að þeim tókst nú þessum riddarliðum að sækja að þeim og berjast aðeins við og sem þurftur að hrökklast frá leið og þetta er gífurlega mikið tap og sérstaklega var þetta slæmt því Bretar voru náttúrulega með svo lítið riddarlið og riddarliðið náttúrulega var nýtsamt í því að ógnaðu þetta vængjum andstæðingsins ég veit ekki hvað maður kallar það vængi á íslensku en allavega svona istu svona útjæðri andstæðingsins þannig að þess vegna til þess að vildi breski herforingin ekki setja riddarliðið sitt í hættu og meðan að þá, hvort það hétt ekki Lord Cardigan sem var að stýra þessari herfylki eða hvað maður kallar brigade á íslensku hann vildi þá einmitt var ólmur og æstur í einmitt að fá að berjast og það sem gerðist síðan þá upp úr þessu hvort það var ekki bara 6 vikum eftir þetta þá var skrifað sig var ljóð þetta og byrt þá auðvitað í pressunni í Bretlandi og þetta var svona rosa góðsög sko. þetta miklu og flotta hugrekki og þetta náttúrulega bara þessi gamla þessi gömlu hernaðar gildi Evrópu því þú hefur að svipað eins og til dæmis ljóðið Róland og herleiðangur Karla Magnúsar inn í Spán Við rættum þetta við að tala fyrir löngu síðan við að tala mismunin á hernaðar kultúrnum í Vestur-Európu og í Austur-Rómska ríkinu þessi svona þessi hugmyndum hann glóríus stöðdaga sko skilur sem svo þekkt í vestrinu sko. Já, eins og með Róland stuttumáli hann blésa ekki í lúður til þess að kalla liðsauka, þótt hann gæti það heldur var heiðurinn svo mikill og það var svo mikið hjartað sem var að standa eitt sko gegn ofureflun og berjast að hann velur frekar sko að falla í valinn hann með sínum mönnum en að kalla Karla Magnús til og fá stuðning þetta var rosa flott beint til Valhallar og það er eins þarna með Light Brigade sko, hann sko rjómi brest samfélags að berjast þarna fyrir breska heimsveldið sem sólin aldrei sest á þarna ríða þeir fram gegn þessu rússnesku ofurefli og falla þarna í valinn með glæsilegum hætti það verða til allar svona góðsegnir þetta er auðvitað líka bara leið til þess að réttlæta stríð já og þú veist
búa til einhverjar myndum að þetta sé rosalega flott. menn gera það er áhugað, menn gera það en síðan reyndar, það maður alveg skjóta inn ég er að lesa náttúrulega mikið hernaðu náttúrulega hernaður stendur mjög sérstaklega nálægt í norska hernum og allt það en það er áhugað að lesa samt sumar lýsingar þar sem að menn tala jákvætt þessa spennu að vera í stríði þú finnir alveg slíka frásagnir líka en ekki það sem var líka áhugað þessum tíma var að það var svolítið svona hertúrismi þannig að til dæmis að Eystrasalts herleiðangurinn það fylgdi honum eitthvað af borgaralegum skipum og það fylgdi hernum eitthvað af bara almennum borgurum sem voru einmitt bara svona ævintýramenn í einhverjum hertúrisma sem fylgdu það hernum til þess að fylgjast með stríðun og orustum og svona stórmerkilt fyrirbrigði ég sé nú ekki fyrir mér ykkur sem halda til vígstöðana í Úkraínu núna til þess að fylgjast með í einhverjum Ég ekki nema náttúrulega bara fjölmiðlar þetta Já, fjölmiðlar, þetta er ekki fjölmiðlar þetta er bara einstaklingar, þetta er bara svo ég og þú ef við myndum kaupa okkur miða til Kænugarðs og fylgjast með vígstöðunum Já það var svolítið fjarlægt Við erum ekki að fara að gera það Við erum ekki að fara að gera það Herðu, þú fyrir að líða á seinni hlutan í þessu stríðsyfirferð hjá okkur aftur að því við erum nú verið svolítið að fókusa svolítið á þetta almenningsálit að það þetta er náttúrulega faktor sem að fer að breytast í Bretlandi og við erum kannski líka alltaf að nefna þetta almenningsálit að því það er einmitt svona nýtt svolítið sko að þegar fyrir að líða á seinni hlutan í þessu þá eru menn heima fyrir fattin að missa svolítið trúna á þessu og það tengist kannski þessum meðal annars eins og þú varst að segja frá þessum bréfum sem var að vera að senda og þessi svona áhersla á enn mikja óbreytta hermann og aðstæðunar og svona sem er líka nýtt sko símskeitin senda þetta allt saman heim Já, og svo þetta er líka kostnaðurinn í kringum þetta allt líka Já og hægt og rólega auðvitað þá kemur meiri þrýstingur frið Já, og nú erum við þetta náttúrulega búin að vera þetta, eins og við nefndum hérna alveg upphafið þessari yfirferðar sko, þú veist, þetta er svo fókus er átt svolítið svo mikið á Bretland, finnst mér sko. og hérna þessu, hvernig var stemmingin í Frakklandi fyrir þessu, hvernig var stemmingin í Rússlandi náttúrulega þú veist, Rússar náttúrulega sko þetta náttúrulega kom mjög illa við þá af því að þetta náttúrulega bara kom svo illa til dæmis við ríkiskassan Já. að halda út þessum stríðsrekstri það gerði það og að halda út í vörnum á öllum hinum þessum vígstöðunum og til dæmis Rússar höfðu verið að flytja mikið af bómull frá Suðuríkjunum Já. og það var mikil þá vefnaðar iðnaður að rísa upp í kringum Moskvu það byrjaði held ég með 1820 og eitthvað Já. og það til dæmis var þá stoppaði þá auðvitað og þetta til dæmis leiddi til aukina pressu sko og spennu á milli þá Bandaríkjanna og Bretlands Já. og svona hlutaði til dæmis okkur Bandaríkin og Bretland voru hættulega nátti að fara í stríð líka á þessum árum og þeir voru þá að stoppa sko bandarísk skip Bretar Einmitt. En Bretar reyndar það líka auðvitað með þessa herkvíð er að þetta var mjög óvinsælt náttúrulega hjá eins og þú segir Bandaríkjamenn líka Þjóðverjum og öðrum sem voru að versla við Rússa þannig að þeir voru fannir að sleppa inn hlutlausum skipum frá stórveldunum líka Já. Og síðan náttúrulega það sem svona stuttumála sem náttúrulega gerist hægt og rólega er að Bretar og Frakkar Sardiníumenn og Tyrkir pressu þetta meira og meira á Sevastopol og náttúrulega út af sko yfirburðum í flotastyrk að þá gáttu sér að nota sko samhæft flota á landher til þess að hægt og rólega sko sprengja borginni í tætlur og með tíð og tíma þá tókst þeim síðan þá að leggja borgin undir sig allan megnið af henni en það sem er áhugaverð samt að það var ekki algjört tap fyrir Rússa því Rússa sá að aðstæður voru það vonlausar þannig að þeir drógu sér til hlés og skipulegan hátt en það sem gerist þá náttúrulega líka sko þá Austurríki byrjar síðan að setja meiri pressu á Rússa af því að Austurríki náttúrulega vildi ekki breyta þessu valdajafnvægi á Balkanskaganum
og þá náttúrulega þegar rússar horfast í augu við það þurfa mögulega að fara að berjast við austurríska herinn líka og þeim gengur svona illa gegn Bretum og Frökkum pluss það síðan að Prússar segja að þeir muni standa með Austurríki þá voru náttúrulega öll stórveldi í Evrópu náttúrulega á móti Rússlandi og þá náttúrulega líka þegar Sevastopol var búin að falla sem var nú svona mikilvægasta hernaðarmarkmið bæði Breta og Frakka að þá voru sérstaklega Frakkárlega Napóleon sáttir við það að byrja núna að koma á friði og að það væri gett að semja eitthvað. Já. Því það var alltaf raun og veru fyrir aðal hernaðarmarkmið, það var að taka Sevastopol og slá út þá rússneska flotan í Svartahafinu og allt það. Einmitt. Og þessi borg varð svona maður getur borið þetta samanvillum orustyrðunum Leningrad og Stalingrad í seinni heimsstyrjöldi eða Moskvu mögulega og í Napóleon styrjöldunum og eitthvað svona. Jú, þetta tók Napóleon Moskvu allt það en hún var nú rústirinn þegar hann tók hana og það haft svona borgir verð ofta eitthvað svona tákn var svona tákmynd stríðsins og Sevastopol var það. Algjörlega. Og það farið að friðarborðinu í febrúar 1856 þar sem að Napóleon III fór fyrir því. Og við verðum að skjóta inn líka auðvitað þarna var þá Nikulás fyrsti látin. Já, sko hann lést úr einhverjum svona smávægilegum veikindum og lúnabólgu en eins og hann var svo mikill strongman sko, hann neitaði að fá læknishjálp sko. Jip, hlustaði ekki á læknana. Og hann þurfti að skoða herinn sinn og hélt áfram að vinna og vann myrkran á milli og allt þannig og hann vann sig í gröfina. Einhverjur hafa nú sagt að þetta hafi verið svona hálfgert sjálfsmorð sko. Já, sumi hafa verið að þetta hafi verið það mikið sjokk sko að tapa þarna. Einmitt, af því að Rússar töpuðu stríðinu. Já. Og það hafði mikil áhrif á Rússland. Þessir samningar sem voru gerðir við á þarna þeir missa Suður Bessarabíu þeir þurfa að draga sig tilbaka frá öllu sem þeir höfðu náð þarna í Ottómaveldinu og þeir missa þessa stöðu sína á Svartahafi, eða ekki? Jú. Og hvernig fór svo með þessa kristnu að vera verndari kristinna manna í Ottómaveldinu, mistu þér það ekki líka? Jú. Og það reyndar var samið þá að Evrópuríkin svona almennt ættu þá að vera þá svona sameilu verndari kristinna manna. Einmitt. En það síðan var meira bara í orði og ekki í borði. En hvað heldur þú að svona verndari kristinna, hafði það hvort sem eitthvað í borði? Er það ekki alltaf bara eitthvað í orði? Eða? Nei, það hafði oft mikil áhrif því þegar að brutist út sem alltaf óerðir og múslimar einhvers staðar byrjuðu að stráfella kristnamenn sem gerðist mjög oft í Ottómanríkinu að þá valdi venjulega soldatin að gera ekki neitt en þegar að Evrópuríki reittust og settu pressu á hann þá neyddist soldatin til að senda tyrkneska herinn mögulega og jafnvel að rétta eitthvað yfir mönnum og svona þannig að það var raunveruleg vernd í því líka og svo maður verður líka að horfa á það sko að það var rótgróin venja nefnilega í Rússlandi að rússneskir pílagrímar héldu til Jerúsalem þannig að það er náttúrulega líka maður hefði átt að segja það fyrr mikilvæg ástæði líka fyrir því af hverju Nikulás var upptekinn af þessum titli því það var alveg töluvert af rússum sem streymdu þá til Palestínu sem pílagrímar og það var mikilvægt að verja þá þetta er eins náttúrulega með fyrstu krossferðina eina mikilvæg ástæði fyrir því okkur menn hrundu henni að stað náttúrulega var út af því að það var verið að ógna pílagrímunum og þú veist svona hlutir auðvitað skipta máli og við sjáum það líka bara í okkar tíma og við sjáum það líka í dag þú veist, ef það byrjast út stríð einhvers staðar þá erum við mjög upptekin af því að reyna að ná öllum túristorm heim já. Þú veist, það eru kannski þú veist, innan gæsalappa pílagrímar okkar samtíma þá en þú veist, maður er mjög upptekin af þú veist, allir túristarnir, allir okkar ríksborgarar við þurfum að ná þeim heim, það er mikið baráttumál. En þetta er áhugavert að sjá þetta stríð endar þarna og með því breytist svolítið svona hið pólitíska landslag við erum komin í svolítið breytta heimsmynd þar sem að fyrirhluti 19. aldar er tímabil evrópsku hljómkviðunar
það valdajafnvægið, það eru þessi íhaldssömu gildi, það Rússland sem stórveldi. Það sem við sjáum síðan á seinni hluta 19. aldar sko Þýskalandsvandinn verður, þú veist, fer að koma fram öflugri. Valdajafnvægið, þetta sem að Metternich var svo upptekinn af því að viðhalda, það fer í vaskinn. Og eins og ég held að ég man ekki hver að var sem orðaði það þannig sko að þú veist Metternich sko eða Austurríki með því að mistakast þarna að koma í veg fyrir Krímstríðið eins og þeir hefðu kannski geta gert á árum áður með sinni svona vandförnu diplomatísku leið sem Austurríkismenn voru frægir fyrir. Með því að mistakast það þarna og taka afstöðum þá í rauninni með Frökkum og Bretum gegn Rússum þó þeir hafi ekki farið beinlínis með í stríði þá tóku þeir samt afstöðu með Frökkum og Bretum. Þá eru þeir í rauninni búin að leysa upp þetta heilaga bandalag. Já. Og þá eru þeir í rauninni búin að gefa Prússum og Rússum lausan tauminn til þess að eyðileggja valdajafnvægið og þetta svona ákveðin svona analýsa sem að maður getur ef maður vill sé söguna í eða svona myndperspektív að sko að það sem að þetta gerist þá er að Rússar fá þarna lausan tauminn til þess að sækin á Balkanskagan sem að þeim mistekst í þetta skipti en austurspurningin og hinn deyjandi maður, það heldur auðvitað áfram að vera stórt issue í evrópskri stórveldapólitík og sókn Rússan á Balkanskaga er ekkert alveg lokið, hún heldur áfram, þeir halda áfram að styðja við þjóðernishreyfingar á Balkanskaganum sem að setur Austurríki auðvitað í mjög slæmt ljós. Já. Og síðan ertu þá á sama tíma líka búin að gefa þá Prússum lausan tauminn til þess að fara í gang með sína vegferð við að sameina Þýskaland undir prússneskum yfirráðum. Algjörlega. Og það sjáum við þetta bara gerast strax 5 árum eftir innan við áratug eftir að Krímstríðinu lýkur er að við fáum þessa styrjöld á milli Sardiníu og Austurríkis í tengslu við yfirráð Ítalíu sem Frakkar styðja. Þá sér maður nefnt líka sko að Frakkarnir líka fá þá lausan tauminn til þess að byrja að breyta þess landamærum og svona. Það er sér óhugsandi að Frakkar hefði stutt Sardiníu og Piedmont fyrir kannski Krímstríðið. Já, eða fyrir 1848. Já. Og svo gerist það bara mjög fljótlega eftir það 1864 Prússar ráðast inn í Danmörku, 1866 Prússar ráðast á Austurríki og Frakkar sitja hjá. Já. Prússar ráðast á Frakka eða hvernig það var, Frakkar ráðast á Prússa ég man ekki, fransk-prússneska stríð 1870-71 og þá ertu komin út í sko það er reyndar heldur áfram að vera friður í Evrópu þannig séð fyrir utan þessi stríð það verður ekki svona heimstyrjöld í nokkra áratugi en það eru þessar 2 spurningar það er austurspurningin, Balkanskaginn púðurtunnan og það er Þýskalandsspurningin sem heldur bara áfram að eskalerast og stórveldin fara í valdabaráttu í staðin fyrir valdajafnvægi þau fara að reyna að komast upp með meira og meira eins mikið og þau geta þau fara í vopnakapphlaup og hvar endar það svo? Púðutunnan Serbía 1914 og þá getur maður síðan séð litið á það sem svo að þá austurspurningin, þá Tyrkjarnir það var ekki leyst fyrir 1923 og svo getur maður raun og veru sagt ok, var það endanlega leyst við erum með Kýpur og við erum með deilur Grikkja og Tyrkja í dag og allt það, en nokkurn veginn var það leyst 23 Ísrael og Palestína nákvæmlega, þannig að það er við góðu punktur nema hvað Þýskalandsvandi náttúrulega var síðan leystur 1945 og hann var leystur með því að Þýskaland var fært töluvert langt til austurs og einhverja 10-11 milljónir þjóðir og ræktar austur Evrópu
og það er náttúrulega stærstu landflutningar mannkynnssögu. En Þýskalandsvandi var náttúrulega eitt ár sem hann var ekki leystur, það var 1918 og, Já, einmitt. og aftur að því sem við vorum að ræða hér í þar síðasta þætti Mm. Austurríki og millistríðsárunum af því að Austurríki þú veist þess að ef maður allar að sjá út frá þessu sjónarhorni, þú veist að Metternich deyr 1840 eða fer frá 1848 skilur Austurríki veitir Þjóðverjum og Rússum lausan tauminn og svo fer allt í fokk og svo endar Austurríki sem þetta anakróniska ríki að það sem að hrynur bara í döðlur sko Já. og þá er eftir þetta valda þetta tómarum sem við töluðum í síðasta þætti sem þjóðurinn í upp en síðan Ottomanveldið þetta þegar það var endanum hrynur hvað verður þá með tómarúmið þar? Jú, þá færðu náttúrulega sprettur upp nokkrum áratugum síðar á síðara hluta 20. aldar auðvitað allt þetta vesen í miðausturlöndum sem við erum ennþá að díla við þó svo að það sé búið þetta Þýskalandsdæmi. Það er bara það sem er svo kalt henni sögunar er að þessi sko og svona byrði fólk að miskilja mig rétt þessi stóru kúunaríki kannski auka stöðuleika með því að þau halda sko lokinu á þessum sjóðandi potti föstu og svo þegar þau til að leysast upp þá eins og til dæmis Ottomanveldið þá færðu sko ekkert bara Arabana sem og arabíska þjóðveldishyggju sem blússar upp og óreiðir þú færðu líka eins og drúsana í Sýrlandi og þú færð alavítana sem til dæmis hann Basser al-Assad, heitir hann það ekki? Forseti Sýrlands tilheyrir hann er sko alavíti, það er minnihlutahópur innan Íslams og svo ertu með sunni og shia og svo ertu með kurdana og þú ert líka og síðan kemur náttúrulega inn í þetta líka sko kristni minnihlutahópar eins og Líbanon var stofnað til þess að búa til kristið ríkið með Austurlöndum gegn og klofið út úr þá íslamska Sýrlandi og svo farið líka gyðingana á meðan sko þegar að Tyrkirnir bara kúuðu alla og stýrðu öllu þá var friður það var friður alla og það er eins með Rússland þú veist þessi ríki allavega þau heldur lokinu lokuðu Austurríki líka á Balkanskaganum þú veist í dag er meira sem verið að tala það mögulega að brjótast stríð á milli Kosovo og Serbíu Serbarnir eru að kaupa vopn og með hermenn á landamærunum og svona þannig að þú veist balkanska púðutunnan er ennþá virk því miður en sko þannig að sko í rauninni auðvitað þetta er rétt hjá þér að þú veist svona heldur stöðuleika svo lengi sem það heldur og það er auðvitað þess vegna sem að auðvitað Bretar sko auðvitað sáu Bretar það er svo allir aðrir að Ottomanríkið var þú veist að hruni komið og það var ekkit eitthvað ríki sem að Bretar héldu eitthvað upp á að því að þú veist þeir voru auðvitað ósamála Tyrkjum í öllum helstu þú veist stjórnmálum skilur hugmyndafræði þeir héldu ekkit upp á það var bara stórveldapólitíkin að halda þeim á lífi til þess að koma í veg fyrir þú veist að ef það brotnar upp þá verður svona mikill glundur og þetta samúmenn sögðu þetta bandaríkjumenn sögðu skilur við verum að koma í veg fyrir að þú veist að Rússland skilur fari í borgarastyrjöld eftir fall Sovétríkjanna skilur þannig að þessna voru þeirra leggja á sig að þú veist reyna að koma í veg fyrir það því það annars er það meiri glundrúði og svona og þessna er þetta áhugavert að sjá þetta tímabil 1815 til 1853 eða 56 hvað maður segja 1848 þú veist þetta tímabil valdajafnvægisins í Evrópu og fyrirkomulag Vínarfundarins að þú veist að það var auðvitað hélt öllu í frostnu svona íhaldi sem er auðvitað þú veist frá núverandi sjónarhorni ekkert eitthvað sem við erum að hrópa hóra fyrir en það hélt þá allavega var þá til þess allavega að það var þetta næstum því heil öld af friði í Evrópu sem að er freka mikið einstæmi 19. öldin var mjög friðsam öld miðað við 20. öldina og 18. öldina og 17. öldina sérstaklega skiluru algjörlega á meðan náttúrulega það sem að var að gerast á meðan undir niðri á meðan það var friður þá var náttúrulega bara að vera að byggja járnbrautir og borgir og læknavísindi og
og sósíalismi og þjóðnishyggja og bara allt að gerast og svo alltaf springur það þetta Já, springur það en það sé hann ekki tilvíðun heldur eins og með þessi þrjú gömlu ríki þá Ottomanveldi, Austurríki tökum þá mögulega Þýskaland og Rússland líka með að þú veist, í kjölfarið öll þessu spretta upp öll þessu óanægja í kringum þá þjóðurinn sósíalisma eða fasisma, kommunisma þú veist, eins og við höfum oft talað áður þessar hugmyndafræðir þar sem menn eru bitrir og reiðir og einhvern veginn að reyna að ná í lýðræðisríkin, sko, núna ætlum við að verða flottir og ná vopnunum aftur Já en það, þú veist, fórmegnið þessu ríkjum með þá leið, sko, og auðvitað fengu allir að brenna sig á því Bretar og frakkar sko áhugavert þetta, þú nefndi John Mersheimer einn áðan sem bandarísku stjórnmálafræði prófessor sem hefur auðvitað verið svolítið svona áberandi núna í tengslu við kenningar hans realisma í stjórnmála eða alþjóða samskiptum offensive realism kallar hann þetta einmitt, það sem hann hefur verið með svona kenningar Úkraínustríði sem að falla ekkert svona beint í kramið hjá flestum Nei en það einmitt þetta, þú veist, þú sér þetta svolítið þarna, þú veist, það Bretland og Frakkland skilur og Rússland og Austurríki, þú veist, þau eru að haga sér eins og stórveldi sko eins og hann myndi lýsa því sko anarkískum heimi skilur það sem að það bara frumskóga lögmáli sem gildir skilur og stórveldin hafa ekkert æðra vald fyrir ofan sig þannig að þau eru bara að gera það sem þjónar sínum hagsmunum á bestan hátt skilur og ef það þýðir að lýðræðisríki Bretland þarf að fara í bandalag með hinum deyjandi manni í Konstantínópel gegn Rússum sko, þá gera það sko eða ef frakkar þurfa að fara í bandalag með sínum forna óvinni Bretum þá gera það sko Já, eins og maður sé bara ýmis bandalög, þú veist, Ísrael og Sádi-Arabía til dæmis eru í svona auðvitað ekki formlegu hernaðarbandaleg en þú veist, þeir eiga ýmsa sameiginlegar hagsmuna að gæta þannig að þeir eru til dæmis þá saman í raun og veru á móti til dæmis Íran og margt svona sem áhugavert Þetta áhugavert Krímstríðið, við erum búinir að taka hérna smá yfirferð á þessu, erum við ekki bara að fara að kalla það gott bara? Jú, voruð það ágætt Já, það auðvitað þessu sem á eftir að nefna að auðvitað, þú veist bara áhrifin sem þetta hafði Rússland sem stórveldi stuður Rússland sem stórveldi, auðvitað mjög mikilvæg og djúp áhrif að þarna auðvitað rekast Rússar á vegg og þurfa náttúrulega þess að líta í speilin og þetta verður til þess að verður mikil svona ólga í Rússlandi og hérna það ekki mitt í tengslum við þetta eða í kringum það sem að þeir afnema loksins fara að gera endurbætur og afnema loksins hérna bænda ánöðina Gott hún var ekki afnumin 1861 held ég þurfa að fara svolítið að líta inn á við og pluss það í kjölfara þessu náttúrulega gífurlega innvæðingi í Rússlandi sem ber það að 1914 held ég að Rússland sé 5. stærsta innríki heims Já og hérna og byrjar þetta bara aðdragandinn hægt og rólega að vinda upp að henni miklu rússnesku byltingu þetta sem að ef þú ætlar að segja sögu hennar þá getur alveg byrjað þarna kannski og svona upp á þessu það getur svo sem byrjað hvað sem þú getur gert það allavega það er skynsamlega að byrja sumstaðar en annar staðar og ég myndi segja að þetta sé alveg ágætlega skynsamlega byrjun það er eins og bara að bænda ánöðinu það er afnumin upp úr þessu menn þetta hefði gífulega áhrif á það Já, nákvæmlega Herru, við segjum þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag við þakkum fyrir okkur hér og snúum aftur með nýjan þátt með eitthvað allt annað minnum hlustundur á Facebook síðu þáttarins söguskoðun@gmail.com er netfang þáttarins að því sögðu hvað við hérna í dag verið sæl